Ég veit ekki alveg hvað að segja. Það meira fólk en ég bjóst við. Ég var búinn að ákveða hvað ég myndi segja. Þannig að ég ætla að halda mig samt við það. Gefum gætu þetta Hebreabréf 10:24-25. Gefum gætu hver að öðrum, hvetjum hvert annað til kærleika og góðra verka. Vanræki ekki safnaðarsamkomur eins og sumraði siður, heldur uppörvu hvert annað, það því fremur sem sjáum að dagurinn færist nær. Bara ef við tökum bara lið fyrir lið. Gefum gætu hver að öðrum til góðra verka. Hvað er hann að segja? Komum tölum við hvort annað, ekki hunsa aðra. Munið, þurfum alltaf að sýna kærleika. Spurðu aðra, hvað ert þú að gera? Hvað er Guð að sýna þér? Sýnum öðru fólki áhuga, en ekki bara hugsa sjálf okkur. Og þetta sem ég langaði aðeins að tala hérna. Vanræki ekki safnaðarsamkomur sem sjá að dagurinn færist nær. Ok, ég held að þið vita flest að kirkjan við erum með online, það hérna á netinu, það á að horfa á samkomur á netinu, á Facebook og YouTube. Og það alveg ótrúlega merkilegt hvað margir að misnota það. Hvað margir í því að vera bara á netinu og horfa á kirkjuna. Kirkja ekki netkirkja, bara svo þið vitið það, sko. Ef þið horfið á kirkjuna bara út frá lofgjör og predikun, þá það bara hálfur sannleikur liggur við, sko. Það ekki sannleikur í því. Þegar Jesús sagði, á þessari opinberun, Péturs, mun ég byggja mína kirkju, þá notaði hann orðið á grískunni ekklesia. Og ekklesia þýðir bara samfélag. Kirkja, bara þetta sem við erum að gera núna bara eitt af því sem kirkjan á að gera, en restina sem við erum að fara að gera, það að fara að borða saman og eiga samfélag. Það kirkja. En margir taka bara svona hluta út úr og segja bara svona, já, þetta kirkja, bara lofgjörð, predikun, bless. Ég þarf ekki meira. En það alls ekki eitt af því sem að kirkja Það bara eitt partur af hvað kirkja Og þetta dagurinn færist nær. Hvað ef þetta seinasti dagurinn okkar? Ef að Jesú kemur á morgun, hvað þá? Já, ég ætlaði að mæta næsta sunnudag. Já, ég ætlaði að byrja að koma til 2 vikur. Já, ég var alltaf að spá að koma, en þetta aldrei í hug. Þú opinberaði mér aldrei fyrir það, drottinn. Þú gafst mér ekki þessa opinberun. Ég þarf að fá opinberun til að koma á samkomu. Nei, þú bara mætir. Hvað? Þú þarft ekki eitthvað opinberun, þú þarf bara að koma og hitta aðra. Þetta ekki flókið. Og líka þetta að vera trúfast í kirkju. Þetta seinasti punkturinn. Það ekki það að segja að vanrækja samtalssamkomur og þú mætir á alla samkomur hjá öllum kirkjum. Ég ekki að segja það. Ég hérna, tökum dæmi. Ég mæti í Veginn, svo mæti ég í Smárakirkju, svo mæti ég í Fíladelfíu, ég mæti á CTF, svo mæti ég á Veginum. Nei, hérna United. Það ekki að vera trúfast í kirkju. Það þvert á móti að vera trúfast í kirkju. Það andstætt að vera trúfast í kirkju. Hvað það? Væntanlega að vera ekki trúfastur. Já, þá orðið. Vantrúfastur. Þú átt að finna þér eina kirkju og vertu staðfastur í því. Ekki vera hérna, já, ég verð að finna mér mörg heimili til að vera á. Það ekki að vera trúfastur inn í kirkju. Þetta mun spyrjast út. Þetta bara, fólk mun sjá það og þetta verður, fólk hefur verið frægt fyrir það að flakka milli kirkna. Og enda sjá það, endaði degi, þau finna sér aldrei stabílan stað til að vera á. Af því að þau alltaf bara á flakkinu. Við þurfum hjálp hérna á vegi, bara Smárakirkja óska eftir einhverju þriðfólki. Og þá hugsaði einhverju hérna, það náttúrulega United samkom á morgun, ég þarf að mæta á hana. Nei, það ekki trúfasti. Mundu, Lúkas 16:10, sá sem trúfasturinn smáa, verður einnig trúfasturinn stóra, en sá sem getur ekki verið trúfasturinn smáa, getur ekki verið trúfasturinn meira. Þannig að bara velja sér eitt stað, ég mæli alltaf með því. Og það fjölskyldaðinn. Uppberðu
fjölskyldunina en ekki uppbera fólk bara sem eru að flakka milli kirkna. Jú, þetta má auðvitað uppbera aðra, ég er ekki að segja það. En það er ekki raunverulega fjölskyldan. Raunverulega fjölskyldan er kirkjan sem staðfastur í. Ein kirkja. Við myndum baka að það. Jesús, ég þakka þér fyrir náð þín á miskunn Drottinn, ég þakka þér fyrir dag, Jesús, ég þakka þér að sem 2 eða 3 eru samankomnir í þínu nafni, þar ert þú mitt á meðal Drottinn. Ég bið þess Drottinn minn að þetta muni opinbera okkur, að við eigum bara að velja okkur eina kirkju, vera stabíl í einni kirkju. Það er fjölskyldan okkar, Jesús. Ég bið Drottinn minn að sér hverjum hér inni, þetta muni blessan, þetta muni gefa honum opinberun skilning á fagnaðarindur þig, Jesús. Hjálpa okkur að ganga þá göngu, Jesús, að við ætlum að bera okkur sannar spyrðar og þá uppfyllum við lögmál þitt, Drottinn minn. Ég bið Jesús að við gefum þér alla dýrðina, Drottinn minn, og við megum allir okkur göngu að minna okkur á það sem þú gerðir á krossinum, að það er nóg fyrir okkur, ekki einhverjir veraldlegir hlutir. Allt er hégómur, segir í predikarunum. Þannig ég bið Jesús að þú ert allt, Jesús, í þér, í þinni eigum við öll fylling Guðdómsins býr í þér.